Já, góða dagi skákmeistarar. Ég ætla að skýra hérna 2 skákir sem ég teldi í Reykjavíkurmótinu. Ég vona að heyrist ágætlega í mér. Ég neldi mér í eitthvað svona skáktúrista flensu sem að grínist aðeins þarna í miði móti og þurfti að ég snýta mér eftir hvern einasta leik. En Reykjavíkurmótið er stórt mót og ég held að þeir sem stjórnarferðinni mætti alveg að fara að íhuga að hafa kannski A- og B-flokk. A-flokki væri kannski skákmenn með 2100 og yfir og skákmenn sem eru með 2100 til 2200 stig geti ákveðið að vera með fá sérst valkorti sem er A- eða B-flokki og hafa þá nokkuð velun og gera vel við B-flokkin líka. Ég held að það sé alveg athyglisverð hugmynd. En ég ætla að fara yfir 2 skákir sem ég teldi í mótinu. Það var náttúrulega dálítið rið í manni. Maður hafði ekki telt í mörg ár á opnu skákmóti og ég fann það svona í fyrstu umferðunum hvað ég var svona dálítið hægur reikn út en svo fannst mér ég vera líka sjálfur með svolítið í lokmótsins svona í útreikningum og snerpu í hausnum. En ég ætlaði náttúrulega bara fyrst og fremst að hafa gaman að þessu móti og var ekkert að stressa mig yfir árangri. Þannig séð, maður hefur enga að tapa svo sem. En ok, fyrsta skákin sem ég ætla að fara yfir var á móti virtum stórmeistar á Azerbaijan, Safarli sem hefur verið viðloðin landsliði hefðum oft telt og ég held að það hafi verið liðstjóri líka reynslu bolti og ég vissi alltaf að hann var mjög verður anstæðingur í þriðju umferð og við vindum okkur í þetta. Já, það kom auðvitað ekkert annað til greina en að fara í Sigilöfurn eftir að maður gaf út bókum Sigilöfurn en ég á einmitt vona á eindegutur landsins og þær verður til sölu í Tafélagi Reykjavíkur. Nú hann leik riddari C6 og ég vissi nú ekki alveg hvað afbrigð það myndi tefla. Hann teflir ýmislegt, Nætor og ESS afbrigð og ég tók bara slægin í harðkjarna mainline í Svesnikov og ég vissi að það væri með einhverjar skákir riddari B8 sem er ein línan hérna en hann leik riddari E7 það voru nokkar skákir í einvíginu Carlsen Karjakin í þessu. Ég leik C4, þetta er þessi mæli með í bókinni, riddari G6 og hérna er aðaleikurinn drótning A4 sem ég líka með í bókinni góðu. Sem sagt tefli stóð svona drótning B4, hótum og D6, drótning B8 H4, H5, biskop E3 og það er bara hörð barátta framöndan. Þannig er skák hjá Carlsen Karjakin telti svona og staðan er flókin en ég ætla ekki að fara mikið í það. Ég vissi að sjálfsögðu af þessari leið og þetta datt í huga það væri nú kannski búin að stúdera það vel þannig ég ákvað að koma nú óvart með H4 sem ruglaði hann algjörlega í rýminu. Þegar hann bjóst bara við drótning A4 og þá kæmi þessi leiki sem vonum að fara yfir. H4 er aldrei trikki leikur en og segir mann ekki H5 kemur við fyrir H5 þá held ég að G5 sé fýll leikur og C5 þetta er eitthvað sem ég vissi af og hvítur fær hérna aðeins betra að fær hérna skipta mér en já, þannig að þetta er svona lúmst sko
getur vel ruglað svartan í rýminu að svona breyta þess leikjara. Nú ef hann leikur A6 þá þessi bara ágætt að fara tilbaka með riddarann á C3 en H5 kemur líka til greina og það er náttúrulega hugmyndir eins og biskup D3 og það var veikt hérna á G6 en ég held þetta sé nú óljós staða eftir biskup E7 sko. Hvíti getur líka leikið A4. Ég myndi freka mæla með sem sagt fara með riddarann á C3. Það er ekki baka eins. Já, sem sagt tæknina þess að stríða mér. Sem sagt leika bara riddari C3. Ég ætla að sína hvernig það teflist. Nú ef hann leikur H5 þá leikur við bara G3 og erum með þetta vald hérna og P og H5 er alltaf veikt. Að mínum að þetta alltaf mjög þægileg staða á hvítan sko. Ég sé ekki alveg hvað riddarinn er að gera á G6. En hann getur auðvitað drepið á H4. Þá leikum við hérna C5. Við erum peð undir augnablikinu en við hótum hérna dróning A4 og vinnur riddarinn á H4. Og semst ef hann drepur þá er dróning A4 og vinnum kall. Þannig að það er svona leynist ýmislegt í þessum stöðu. Það er svo laga hérna taburðið. Já, hann er ýmsa gildur í þessu sko. En ég held að biskup E7 sé besti leikurinn og ef H5 þá er þetta H4 besti leikurinn en þetta er svona skrýtni leikir allt saman og þetta verður eitthvað furðuleg staða, óljós myndi ég segja en ég myndi nú halda að G3 væri nú traustast en nóg það, ég leik H4 eins og þá segir og hér drap andstæðingum minna H4 og mér eiginlega sveltist á kaffinu ég skildi þetta ekki hvað er í gangi en ég myndi ekkit eftir að sé þennan leik einhvern tímann ég held ég væri að fá með einhverja assera stúderingu en ok, ég hugsaði bara ok, ég var að drepa H4 þetta og A6 þetta og þá leik ég biskup G5 sem er sterkasti leikurinn nú að það drepur á G5 þá skáka ég á C7 og á hérna hrókur H5 millileik og drep svo A8 sá það nú en það leik biskup E7 þetta og ég draf á E7 tölvan segir að tölvumati er að það sé best að drepa hér og leikur hrókur E4 en er svona lína sem tölvan kom með fórnar hérna skiptamun en tekur ekki á E4 en hún segir að þetta sé bara plus 1 kom eitthvað á hvítan það er sennilega því að P og DS er svo stert og biskupin verður svo góður á E4 svarti getur að vísa delt þetta alltaf öðru í en aldrei skrýtni stað ég draf á E7 draf á D6 síðan og hér var hugsalega dróning C2 bestur og langkrókera B6 svona dæmi er svona smá framhald vandamálið
það er spurninga ef hann hrókera sko hvort að hvítur drótning E4 og síðan biskup D3 getur fara að koma bráðum. En já, það voru náttúrulega margir möguleikar. Ég brann svolítið mikið af tímanum mínum að pæla í þessu öllu. Það var náttúrulega staða sem ég ekkert séð áður. Drótning C2 var líklega best hlutlegt, en ég skáka A4. Ég bjóst upp biskup D7. Ég ætlaði að tefla þetta svona og fara með hrókinn á B1. Ég er náttúrulega peði yfir í hróksæðantabli og það er bara 2 úrslit hvítu vinnur eða jafntefli. Ég var alveg sáttur við það. En ég kom að mér aftur óvart og lék kóngur E7 og hérna fór ég dálítið í tankinn og innsæðið svona heila öskraði að mig að leika C5 sko. Það með kóngur E7 og bara það virkar eitthvað svo rökrétt að opna stöðuna. Þannig ég gat ekki annað en leiki C5. Nú ef hann drepur hann drap á D5 sem er held ég besti leikurinn. Ef hann drepur á C5 þá kemur alltaf að leika D6 skák, góð leikur. Og hann getur náttúrulega ekki leikið kóngur F6 þá kemur D7 og það er bara búið. Þannig hann var að drepa á D6, hrókur D1, B5 er líklega best. C6 kemur til greina og A4 hérna. Ég sjáum bara að kóngurinn er hérna á E8 og hvað hrókarnir eru sterkir núna. Þetta er svaka óþægileg staða. F6 hrókur E3, hrókur C3, G4 líka. Og þetta er yfir bara tafl. Þegar hann getur ekki hrókirað. Svo getur hrókurinn fara á D6 og var hún í B5. Ég hugsaði bara með mig að leika C5 að þetta hlyti að vera gott sko. Ég hef ekki fyrirgefið mér að leika ekki C5. En hann drap á D5. Ég leik hrókur D1, hrókur B4, undirbúa hrókur D6 og hrókur B6, A5 og drapi á B7. Hugsanlega er betri vinningstilurinn að leika drótning A3 og halda í drottningarnar. Gæti telst eitthvað með svona. En það er bara önnur skák. Það getur alltaf verið slæmt að drepa á B7, hugsa ég. Og ég drap á B4. En anstæðingum ég sagði til skákina Why didn't you play bishop C4? Hún leist eitthvað illa á þetta og sagði only white can win this position. Það er alveg, getur vel verið þessi rétt í honum. Mér leist bara ágætlega á að drepa B4 og líka biskup D3, kóngur E2, hrókur B6. Ég held að vera sniðugt að leppa biskupinn. Hrókur D4 er góð leikur hjá honum, kemur við fyrir biskup C4. Og þá tók ég svona fyrstiður ákvörðun eins og í heimsmeistarakeppninni að drapa H7. Og ég ætlaði augljóslega að fara með biskupinn á G8 næst og drepa F7. Það er hrókur D1. Og að einhverjum óskiljanlegum ástæðum lék ég ekki biskup G8 sem ég ætlaði alltaf að gera. Og ætlaði, hérna átti ég 2 mínútur á klukkunni og biskup G8 þá náttúrulega þá hann þvingað jafntefli sko. Það er ekkert sem ég get gert hérna. Þetta verður bara þráleikur sko. Það ég hóta alltaf hrókur drepa F7 skák og ég sá þetta. Það gerir þetta náttúrulega frekar sorglegt að hafa gefið anstæðingunum sigurinn svona. En ég ætlaði að vera sniður og ég hugsaði bara ég er inni bara að vinna þetta og leika F3.
Þú sagði ég ætti kannski hérna einhverja flóttalið með kóngin sinna. Eitthvað, ég skil ekki alveg þessa ákvörðun hjá mér. Þetta var ekki góð ákvörðun. Hrókur D2 skák. Kóngur E3. G6. Biskup G8. Hérna held ég mér að segja ennþá ég væri bara með fína stuð. Þegar ég var búinn að sjá þetta og kóngur G5 þá hugsaði ég bara með mér hérna fyrir skákinni dreipi bara á E6 og gílega G3 og það er bara hvítum sem getur unnið þessa stuð. Ég get dreipið á E6 og þetta er bara erfið stað á svartan hugsaði. En svo var annaðið fyrir mér auðvitað þegar staðan kom upp að leikur auðvitað F5 og bara mát sko. Þetta er skrítið hvernig hættuskinnið var ekki alveg til staðar hann og erfitt útskýrun F3 leik en að því ég var að drapa hásið með hundin að fara með biskupnum G8 þannig að en já, þetta endaði svona. Já, ég gaf bara eftir kóngur G5. Það var auðvitað ekkert að gera og anstæðingurinn bað mig afsökunar á unnið skákinu sem er náttúrulega fárand. Ég sagði hann að það var nú algjör óþarfi. En já, þetta var skrítin ákvörðun hjá hann að drepa H4 og ég hann skrítið að segja frá því að ég er svona eiginlega mest ánægður með þessa skák af öllum skákanum þó að þetta sé eina tapskákin mín í mótinu. Það er stundum er þetta þannig. En þá förum við yfir næstu skák. Þá er það skák nr. 2 og þar fekk ég viðkunnlegan bandarískan alþjóðlega skákmeistara sem heitir Kostya Kawucki. Og hann er hluti af Chess Dojo liðinu sem er með mörg vídeo á YouTube og selja skákvartning og hressir og skemmtilegir. Ok, en nóg það. Ég ætlaði ekki að vera hress og skemmtilegur, ég ætlaði bara að vinna þessa skák, síðast umferð. Og hann teldi hérna Najdorf sem ég bjóst þetta ekki við. Ég bjóst við að myndi leika rittar í C6 í öðrum leik. Ég teldi hérna Hrókur G1 sem er eitt af afbrigðunum mínum í skákbókinni minni. Og ég teldi 2 skákir Hrókur G1 í mótinu og vann báðar en það var gaman að prófa tabletta líka. Þetta er leikur sem Ivanchuk kom með á sín tíma í skákjakari Kasparov ef mann rétt. Já, og það eru þetta ýmsir leikir hérna E6, E5, H5, B5 og G6 sem hann leik. Ég svaraði með G4, hann svaraði með rittar í C6, G5. Komur aðeins óvart sko, hann skildi bíða með að fara með biskupnum G7. Það var aldrei athyglisvert hvernig hann teldi þetta. Ég leik biskup E3 og þá leik hann H6 sem ég hef aldrei séð áður. Ég er svona aðeins verið að pæli eftir á ef maður vill ekki fá hann að variant á sig hvort að það leika kannski H4 fyrst. Þá geti það telst kannski svona og svartur inn er eitthvað H5, hvítur einu svo F4, dronning D2 og F5. Já, þetta verður svona double-edged, svona maður sletti. En ok, hann leik H6. Upsi daisy. H6. Hvað er í gangi? Og ég leik H4. Allt saman rökrétt. Biskup G7. Þá getur dronning D2. Ég var svona aðeins að klóra mér í hausnum, ég skildi ekki alveg fyrst þessa H6 hugmynd sko. En svo kom það á daginn eftir skákina að hann var auðvitað búinn að skoða þetta eitthvað í 12 tíman. Og rittar E5. Ég leik biskup 1 og 2. Og þá
leikar þetta G4, það nú þess að hugmyndin. Þetta alveg sniðugt sko. Ég drap á G4 en hugsanlega best að tefla einhvern veginn svona, drap á D4, C6, biskop D4, E5, fara tilbaka, dref með peði, löngrókun, tölvöldna með þetta hnífjamt og það rosa erfitt að segja hvað það þýðir í rauninni. Við pressum hérna á D6, það smá veikbeð, svartur biskupar, biskupin á E7 ekkert að nýtast, gætum að hugmyndir eins og rittar A4, B3 setna. Ég tæki nú frekar hvítt hérna en ég held svo sem ekki að þræta við tölvurnar. En AK, ég drap á G4 og leik F4 og ég ætla þess að útskýra já, ég leik sem sagt F4 til að valda hrókinu G-num. Þá hóta ég sem sagt að drepa á G4 og þá á hann ekki trókur H1 skák, þá velta hrókur G tilbaka og það bara kall yfir. Nú hann drapa á D4 sem ekki best. Ég var nú aðeins að spá í skákinni hvort hann væri nokkuð að fara að leika biskop H5, ég var ekki alveg viss á þessu. Kannski rittari D5 virkaði rökrétt. Biskupin vissulega kemur í veg fyrir að ég geti langkrókjara en hann veikur á B6 og ég sá fyrir mér að biskupin hans kannski bara fastur á H5 dálítið lengi sko. En ok, tölvurnar eru með eitthvað furðulegt framhald sko. Það vil leika dröng D7, það nú leikur sem ég verði ekki niður pældi ekki eins og ný sko. Ég hugsaði bara með mér að rittari D5 og það engin leikur, rittarinn getur verið á B6. Ég held að tölvan sé með sem hrókur C8 sko. Þetta náttúrulega algjör steypa sko. Þetta eitthvað furðulegt framhald. Ekki mjög mannlegt sko. Og dróning C6 held ég. Já, þetta ekki mannlegt sko. Ég man ekki eftir að svartu fara nokkuð tíma með drottningu á C7 í nætur sko. Þannig að á D7 sig, en hann draf á D4. Hann vildi hafa þetta svona konkrít sko. E5. Já, ég ætla að nefna annað sko. Hugsanlega gæti hann drepið á Nei, ok, E5 fyrir ekki, biskop E3, biskop E6. En hér var ég náttúrulega mikið að spá í E-drepur F4. Fyrst í þessari stöðu var ég spá hvort ég ætti að vera með biskupuna F2 sko, svo hann ætti ekki E-drepur F4 og hótar biskunum, en svo datt ég á góða hugmynd sko, ef hann drepur F4 þá getur þetta ekki biskup D4. Það smá vandamál. Við hóta á G4 og G7. Og ef hann drepur á D4 og leikur hókar H4 sem ekki svona náttúrulegt, þá fer rittarinn á D5 og ég hlýt bara að vera með góða stöðu. Hann leika E5, ég leik biskup E3, hann leik biskup E6. Ég hókeraði. Það var eitthvað annað sem ég langaði að koma á framfæri með varandi stöðuna, byrju nú við biskup D4, biskup E5. Það sá drepið, biskup D4. Nei, þetta alveg rétt. Og hann leikur okkur C8 eftir löngkrókun.
sem alveg lógísku leikur. Þetta pressar, hugsanlega hann spá með dróning A5. Alltaf spurning hvenær hann getur drepið á F4, en ég alltaf með þetta biskup D4 dæmi. Og hérna leikir húkur H1 sem ég mjög ánægð með. Ég held að þetta hafi verið praktískt og sterkur leikur hjá mér. Ég var líka í táknum í þessari stöðu. Ég held ég hafa alveg hugsað mig 20 mínútur og mér langaði að fara áreitan eitthvað á hálínni sko. Hann drap á H1-um. Ég var að pæla svolítið, ég drifur F4 biskup D4 segjum hrókur H1 hrókur drifur H1 biskup D4 og þá sá ég í útreikningunum mínu ég á hérna dróning D6 drifur D6 hóta að máta H8 og ef hann leikur dróning F6 þá þetta D5 og það leppur og máthótun. Þannig að útreikningarnir voru svona koma aðeins til hérna í lok mótsins. Það draf á H1-um og leik kongur F8. Þannig kannski orðin eitthvað smeyku við að ég sé að fara að leika hrókur H7 og fara að pressa hann eitthvað. Þegar kongur F8 alveg rökréttur leikur og kannski fara með hann á G8. Þetta D5 virkar rökrétt. C7, C3 og hérna hafði ég á tilfinningunni ég væri nú komið með eitthvað betra sko. Loksins Helgang C6 ég draf bara á C6 þá draf bara með peði að koma aðeins óvart ég held að myndir með hrók F5 góðleikur og nú hótar hvítur F6 og peðina sér aðeins veik í endatöflunum og biskupin og G7 ekkert að standa sig eins og njall í brennunni sko. Kongur D2 mikið ætti að virka kongin í endatöflum ég leik hann D5 sem ég var frekar ánægður að sjá sko. Ég held að það hafi verið betra að finna að leika biskup F8 og reynleika svo D5 setna en ég setti þetta nú í 12 ganni og hún metur þetta næstu í +2 á hvítan eftir B4 minni mig. Hún kom mér óvart hvað hún metur þetta miklu betra á hvítan. En endataflið vissulega vænlegt svo annað plan hrókur H4 sem ég held ég hafa nú meira að vera að spá í. Kannski fara með hrókin á A4 og síðan B4. Það ýmsar hugmyndir sko. Þessi peður eru sterk á F5 og G5. Kongurinn hans dálítið úr leik sko. Það leik D5 og þá hitti ég einn sterkan leik biskup C5. Ég alveg tilbúin að skipta upp á biskup. Ég held að svona innsæði sagði með það að hróksenda blir alltaf mjög erfitt á hann sko. En hann leik biskup F8 ég draf hrókur H6 og hérna leiði mér mjög vel sko. Ég hugsaði bara með mér að nú get ég pressað áhættulaust og hlýta að vera með góða vinningsmöguleika. Þessi peð eru sitting ducks á C6 og A6 og hann búinn að útvikla sig aðeins svo mikið. Og hérna leika hann F6. Ég held að hann maður illa við sko hrókur C8, hrókur D6. Ég skil það sko vel. Ég get farið með hrókinu á D7, jafnvel náði A-pið. Hugsaði hann bara að leiki B4 og nelta hann svolítið niður fyrst sko. Já, þetta er ekkert mjög gaman sko. Til dæmis eitthvað svona. Ég leik náttúrulega ekki F6 og hleypi kongnum út. Ég hef hann í prísundinu með peðanum. Og þetta er algjör svona domination syns mér. Hann ætlaði að vera sniður og leika F6 sko. Ég held að hugmyndin hjá hann sé sko G-dribur, kongur F7 og þá kannski fara að leika hrókur G8 og fá virkan hrók. En ég á bara dálítið sterka millileik, hrókur G6 skák. Kongur H7, G-dribur, A5, A4. Ég hugsaði bara út í það sem Píti Lego segir alltaf. Ekki gefa anstæðingunni counterplay þú ert með góða stuð. D4, kongur D3,
C5, kongur E4 hrókur G8, hérna átti ég 4 mínútur eftir og leik bara F7. Ég var að pæla í að drepa á E5, ég veit ekki það, en þegar maður er með unnið þá á maður bara að gera þetta einfalt sko. Ég veit að ég nokkuð sem að kongur þeirri verið F5. Ég var að pæla í F7 sko. Það var að leika kongur G7. Ég er nokkuð vissum að þetta var það sem ég var að spá í sko. Og já, ég næ sem sagt ég næ alltaf í C5-piðið með drottningunum. Ég held að þetta ætti nú alltaf að vera unnið líka sko. Kannski þetta var ennþá nákvæmur í þetta, en já, ég sá enga ástæði til að vera með einhvern flott ræfil og leik bara F7 hrókur F8 drapar á E5 hrókur D6 og já, hérna blöndur hann var náttúrulega að reyna hrókur B7 frekar, en ég held að þetta sé alltaf tapað sko. Næ, bara í A5 byggðum, 2 byggðum yfir. Fyrir svo bara með hrókinu D5 aftur, A5, kongin að, eitthvað svo leiðis. En hann leik hrókur E7, dreipið og kongur C3 og hér gafst hann upp sattur lífdaga. En já, þetta var skemmtileg hugmynd hjá honum í byrjun og ég þarf eitthvað aðeins að kíkja á þetta nánar, en ég er nú ekki að fara að leika hrókur G1 einhverja einustu skák, ég tek því fram. Ég vona einhver hafi haft gaman að þessu vídeói. Takk fyrir.